þetta hægri vinstri. Vinstrið vill ekki trú. Og vinstrið leggur áherslu á Íslam, ef að svo mætti segja. Já, meiri sjá. Já, það alveg stórfurðulegt. Sem eru engin mannréttindi, engin kvenréttindi. Fullkomin virðingarleysi fyrir öllum sem eru annars vegar. Já. Þetta alveg furðulegt. Trúvillingar kallaðir. Já, þetta var þau stunding. Ég kann ekki svör við hvers vegna þetta en það alveg ljóst að þessi hópur, vinstri menn, þeir setja bara Guð út á borðinu. Og ég alveg steinis á því að ef menn lesa Guðspjöllin þá sjá þeir að Kristur í liði með þeim sem minna mega sig, sannarlega. Sérstaklega að Biblían tekin frá, orgvössi tekin frá börnunum. Gídeon kom í skólan og gaf okkur Nýja testamentið, við munum eftir því, og það átti skaðlaust, en í dag þetta glæpur. Og það eins þegar koma jól, að halda litlu jólin, eða fara börnin í kirkju. Það eiginlega ekki séð. Nei, það bara á helst að vera utan skóla ef það verið eitthvað kirkju heimsóknir. Og þetta í nafni inngildingar og svona fjölmenningar áherslur að það allir að vera upplifa sig velkomna og þá má ekki vera. Í mínum huga þetta mest megnis bara í nafni heimskunar. Sá maður sem ekki trúr á Guð heimskur. Það segir bara Salmónum plein. Og vera að reyna að ýta trúnni sem bjargvættur fólks á öllum aldri, barna, fullorðina og eldra fólks. Að vera að ýta þessu frá og hafa ekkert kalt tómið í staðinn. Já. Þetta kann ekki góður lukkastýra. Við erum kristin þjóð og okkar menning byggir á kristin gildum alfarið og það getur engin maður skilið íslenska menningu nema að hafa einhvern skilning á fagnaðarerindinu, orðið Guðs. Það bara þannig. Hver rísin í okkar menningu? Það Hallgrímur Pétursson með Passíusálmana? Held ég. Einn af þeim, örgulega. Já, einhver stærri? Lagstess? Ég segi að við höfum kunnað að meta kristna boður, kristna trú og þeir menn sem hafa skannað frambúð eins og Hallgrímur Pétursson hafa verið settir í önduvegi í gegnum aldir. Þannig ég þakkláttur fyrir það. Fólk skilur og áttar sig á að þetta eru gríðaleg menningarverðmæti og þetta lykill að því að skilja hver við erum. Og þetta líka lykill að því að móta okkar framtíð. Guð gef okkur ná til þess að sína auðmýkt og lítillæti og kærleika. Grundvallar stef kristinnar kærleikur. Þú nefndir áðan vinstri menn vil ekki Guð og þeir jafnvel lyfta meira upp Íslam heldur en kristinni trú. Já. Við sjáum þetta einhvern veginn birtast okkur bara í svona opaslegri undirkeppni gagnvart þeirri menningu sem að Íslam kemur með sér til Vesturlanda. Þetta bara algjörlega óskiljanlegt. Já. Algjörlega. Því að þessi menning, þeir koma hingað. Þeir koma náttúrulega í miklum fjölda eftir seinni heimsstyrjöld, Tyrkir fara til Þýskalands. Þeir eru það ennþá þriðja kynslóð og ennþá eru þeir múslimir. Og ég meina þeir sættast ekki við samfélagi, þeir vilja ekki kristina, þeir vilja ekki okkar menningu og standi í gegninni og vilja jafnvel brjóta hana niður.